Heimir, þetta var að mörgu leyti svolítið skrítinn leikur, kaflaskiptur. Hvernig myndið þú svona lýsa þessum leik? Já, rétt. Fyrri hálfleikur við svona ágætis aðstæður, allavega lengi framan af. Var þannig að við fengum mikið tíma á boltan, þeir bökkuðu, gáðu okkur tíma og við tókum hann, við nýttum hann þann tíma sem við fengum. Það voru allir sem tóku 3-4 snertingar á boltan og þetta gekk mjög hægt og mjög ólíkt þeim stíl sem við viljum spila, þannig að við vorum ekkert sérlega glaðir í hálfleik með það sem við vorum að gera. Seinni hálfleikurinn náttúrulega veðrið og rigningin setti mikinn strik í reikninginn en merkilegt að þegar við þurftum að koma boltanum löngum og háum inn í teginn þá fóru hlutirnir að ganga þannig að við skoruðum mörkin í þeim hálfleik þó að auðvitað fótboltinn hafi ekki verið upp á marga fiska en allavega var það sem við vorum að gera áhrifaríkara heldur en í fyrri hálfleik, þannig að við getum kannski sagt að veðrið þvingaði okkur til að spila það sem við hefðum átt að spila í fyrri hálfleik. Indónesarnir réðu kannski heldur ekkit jafnvel verr við þessar aðstæður heldur en íslenska liðið? Já, þeirra styrkur er hraði og góðir leikmenn með boltan að taka menn á og svo framvegis og þegar þú getur ekki leikið með boltan á jörðinni og spila honum með jörðinni þá eru þeirra styrkleika bara sjálfkrafa búnir og við erum bæði hávaxnari og vanari því að spila löngum boltum og háum boltum, þannig að svona veðri spilaði leikinn svolítið líka í okkar hendur fyrir þetta vorum við bara mun sterkari einstaklingar heldur en þeir. Þessar aðstæður meira kom það einhvern tímann til greina að þinni hálfu að leikurinn yrði bara flautaður alveg af? Það tekið þarna 5 mínútna pása en kom það einhvern tímann til greina að þinni hálfu að þetta yrði bara blásið af? Auðvitað hefði leikurinn ekki átt að fara fram við þessar aðstæður. Það vill enginn spila fótbolta, á ekki að spila fótbolta við svona aðstæður. Hins vegar erum við komin hálfa leið yfir hnöttinn og leikmenn búnir að spila 60 mínútur og eru að fara margir að fá sér skráðan á sig fyrsta landsleiki sinn og sumir hverjir búin að skora og það hefði bara verið sárt hefði leikurinn verið flautaður af og ekki skráður. Þannig að við vildum gera allt til þess að reyna að klára leikinn sama þó aðstæðurnar hefði ekki verið góðar og ef maður er kannski ánægður með eitthvað og það helsta sem maður er ánægður með í þessu leika er að það þarf karakter að klára svona leiki. Það hefði verið mjög auðvelt að fara í fílu og nenna þess ekki og hætta að hreyfa sig og svo framvegis en strákarnir voru ákveðnir að gera það besta úr vondri aðstöðu og þeir skora 4 mörk þegar að völlurinn er blautastur og svo framvegis, þannig að við getum allavega verið kátir við það að það er karakter í þessum strákum. Er eitthvað, þegar aðstæðurnar eru svona eins og þær voru í seinni hálfleik, er eitthvað að marka frammistöðu leikmanna svona getulega séð, annað en karakterinn er auðvitað eins og þú segir en svona getan hún náttúrulega kannski fær ekkert að njóta sín almennilega? Nei, það verður engin stóru dómur felldur á frammistöðu, hvorki góðri frammistöðu eða slæmri frammistöðu út frá þessu leik en það sem stendur upp úr auðvitað í þessu öllu saman hingað til eru hvað leikmenn hafa verið að gera á æfingum, hvernig við höfum átt góða fundi með þeim og svona hvernig hópurinn hefur fungerað saman og það er náttúrulega stór hluti af því að verða landsliðsmaður að geta unnið í því umhverfi sem við erum að vinna í og við erum bara hæst ánægðir með strákana. Þessi leikur, við munum ekki dæma einn út frá þessum leik en vonandi verður næsti leikur á móti landsliði Indónesíu. Vonandi verður hann betri fyrir okkur á allan hátt, vonandi verður þetta sterkara einstaklingar og sterkara lið sem við erum að leika gegn og við vitum það að aðstæðan verður mun betri í þeim leik. Það eru 6 mörk í þessum leik, 3 varamenn sem komu inn og skoruðu bara nánast með sinni fyrstu snertingu, þeir komu öflugir inn og ferskir með ferska fætur. Já, getum ekki annað að vera glaðir með það og góða skiptingar hjá Helga og vel upphitaðir að Sebastian, þannig að það með margir fá hrós fyrir þetta. En ég er gaman að því að strákarnir, ungu strákarnir sem komu inn á, skoruðu mörk og allir 6 að skora sitt fyrsta landsliðsmark sem er svolítið spes og ég held að þetta sé nú
bara stærsti sigur Íslands í óratíma og örugglega einna stærsti útisigurinn sem Ísland hefur sigrað, en auðvitað voru mótherjarnir bara slakir og við viljum ekkert spila svona leiki. Það á engin leikur að fara 6-0. Allt öðruvísi leikur á sunnudaginn, það spila á móti landsliðinu sjálfu, ekki því sem valið af almenningi. Það verður væntanlega töluvert öðruvísi að spila þann leik heldur en þetta og mun sterkara lið sem að mæti þar. Já, bara það var margt skrítið við þennan leik. Auðvitað þegar þú velur einstaklinga eftir því hvað þeir eru búin að gera í deildinni þá kemur það í rauninni leiknum ekkert við. Menn eru kannski 2, 3, 4 í sömu stöðum og svo framvegis. Engin samaving og engin kúltúr í leikstíl og svo framvegis. Þannig að auðvitað eru að fara að spila við landslið núna sem búin að æfa saman, búið að spila nokkra leiki, veit nákvæmlega hvernig leikstíl þeir vilja leika og betri einstaklingar líka og metnaður í þessu. Þetta opnunarleikur á einum stærsta velli í heimi, tekur núna eftir breytingar 80.000 í sæti og líklega verður uppselt á leikinn eftir okkar heimildum. Þannig að þetta verður allt öðruvísi leikur, allt önnur stærðargráða af leik, miklu meiri stemming, þó hún hafi nú verið bara ansi fín á þessum leik hjá okkur í dag. Og betri leikmenn, samaðari og á allan hátt miklu erfiðari leikur fyrir okkur. Hins vegar ætlum við að vinna hann eins og þennan.